Góðan daginn. Heyrðu, ég og Tómas erum að fara að skella okkur í smá leiðangur. Ætlum að fara að sækja svolítið meira dót. Og fara í rúmfattalagarinn ef það verður ekki röð til helvítis. Það mega bara 10 manns fara inn. En hérna, fyrsta nóttin. Við sofum... Ég veit ekki alveg hvort ég geti sagt að ég hef sofið við. Við vöknuðum svo oft við það að pókin, svarti ruslapókin væri að detta á gólfið. En það var fyrsta nóttin. Laugardagur til lukku. Maður skella okkur í Rúmfó og Húsgagnahöllina. Útið er að molta, 2 rammar. Svo ég að spá í þessum hérna. En það myndi ná alveg til lofts inn í svefnherbergi. Við varum að skoða sjónvarpsskynka. Ég held að þessi sé málið. Við keyptum mottu í dag og við veitum ekki alveg hvort hún muni passa hérna. En sjá hvað þetta er flott. Ég þarf bara að strauja þetta. En þetta keypti ég í Vestrós. Ég hef ekki byrjað eftir að klúða á rauðunni í þetta. Það er mjög líklegt að ég gera það. Þessa fengum við sko ekki IKEA eins og allt annað. Þessi er úr hérna Rúmfó. Og við sáum sko helling flott í Rúmfó. Þannig að ég mæli með að... Já, án gríns. Ok, þetta kemur geðveikt vel út. Það er sturlað! Ég veit það. Þetta kemur geðveikt vel út. Vá, hvað er geðveikt maður. Ég er líka svo spennt að hengja upp myndir hér fyrir ofan. Við vorum að kaupa 2 ramma. Svo hérna rúmteppið sem kemur með okkur frá Vestrós sem Tómas alveg elskar. Nei. Bless. Bye. Og svo hérna nýja spegillinn. Þetta var nótt nr. 2 og í nótt vorum við með hérna gardínur. Þannig að við vaknaðum ekki 10 sinnum. Við erum svarta ruslapoka dett í gólfið. Þetta var mun betri nótt. Jæja, við erum að fara að setja saman barnarúmið. Ok, ég er búin að bíða spennt eftir þessu. Hún fyrir örugglega bara að koma. Vá, hvað er flottur. Ég veit ekki meira. Vá, hvað stuðleg. Vá, ég ætla að vera gett dugleg sem setja einhvern ömmustof saman. Vá, svo fyrir bara hér í. Og er bara með okkur. Hvað er þetta? Veistu hvað er besta lag allra jólalag og gríma? Hvað er það? Máttu spila eitthvað? Nei, jú, í 3 sekúndur. Spila það í 3 sekúndur. Ok. Og aðtöku hvort að fólk viti hvað lagið er. Ok, ætlaðu bara að spila byrjunina? Og þá fólk að gíska í comment below. It's Christmas time! Þú búin að eðilegja það? Nei, ég er búin að eðilegja það. Vís, nú vita það nákvæmlega hvað lagið er. Standu upp. Æ. Til góðan checklista sem við unnum okkur í gegnum og hérna náðum að checka í ansi mörg box. Við fengum IKEA-sendingu með fataskápunum okkar. Þeir voru ekki eins og væntanlegir, þessi skápar.
Þannig við heldum að við varum ekki að fara að fá þá fyrir á næsta ári af því að hann sagði, maðurinn sem ég er búin að vera að hafa samband við alltaf í IKEA, hann sagði að þeir væru ekki væntanlegir og við þurftum örugglega að bíða svolítið. En svo allt í einu sáum við bara skápana á vefsíðunni og við vorum bara, hvað er þetta? Þá hefur örugglega einhver skilað þegar eftir að IKEA opnar. Það hefur einhver skilað þessum skápum og við fengum þá. Halleluja. En sjáu þessi loftljós. Þau eru 3 sko. Við ætlum að setja hér og einu svefnherbergi. Ég er búin að setja myndir í myndaramma og já, sjáu þið loftljósin. Ásta málaði hérna allt. Við erum komið með, sjáu þið, aðeins betra til að skipuleggja þetta hérna. Og sjáu þið, við erum komið með skerma á ljósin hérna fyrir ofan rúmið. Og svo náði ég aðeins að undirbúa barnarúmið, græja það aðeins. Eftir að klára það allt saman, það kemur ógeðslega vel út. Og hér hafi fataskápinn. Ég er svo glöð. Bara að þessi fataskápur sé kominn þýðir bara að nú er þetta bara að gerast. Tómas er búinn að búa í þessari ferðartösku síðan hann flutti aftur til Íslands sem er síðan í september. Þannig að hann er búinn að búa í ferðartösku. Hann bara, nei, ég ætla ekki að setja fötin minn inn í hérna fataskáp heima fyrir en ég flutti inn í íbúðina. Þannig að hann var bara þrjóskaðist með ferðartösku og gera það enn. En núna er fataskápurinn kominn og við fluttum í íbúðina, þannig að hann ætti nú að fara að koma sér fyrir. Ég setti þvott, nokkrar vélar fyrir Lillu. Maður er svona einhvern veginn allt í einu bara núna að fara að byrja á sér hreyðugerð. Búið er erfitt að byrja á því einhvern veginn þegar ekki allt annað er tilbúið. Núna er þetta allt að gerast. Þetta var góður dagur í dag. Núna má gera helling. En ég ætla bara að segja góða nótt við ykkur og lega ykkur fylgjast ennþá betur með á morgun. En á morgun þurfum við að setja upp einhverjar hillur og einhverjar snaga og aftur að búið til tékklistan. Fá að fylgjast með því. Góða nótt, sjáumst á morgun. Þetta flott. Hvað mér finnst þetta flott. Svo þetta setja eitthvað hér, þetta setja eitthvað pínlítið hérna, svo þetta setja eitthvað fyrir ofan. Mjög ánægð við höfum ekki haft þetta svona, þú veist, þegar ég var að spá að hafa báðar myndirnar svona í sömu línu. Þetta er eiginlega skemmtilegra. Þá getur maður að leika sér með alls konar í kring. Þetta er ekkert að hanga á samt sko. Þú veist það? Ég ætla að gera uppbyggingar sko. Nei, hvað ætlar að gera við barnið? Það er bara að gema það. Það er svona aðvakna. Þá hengi eitthvað meira upp, getur ekki? Já, það er ekki að upp hana hundina. Það er alveg svo flott. Svo erum við með þessu svona og það fyrir planta ofan í þetta. Svo er það að hanga hérna. Það er líklega hérna minn. Þetta vakna! Þetta er vaknið! Hei! Það fyrir borða henni. Mér finnst þetta alveg skrítið. Ég ætla að taka annan. Hann þurfti alveg að vera fallegri til þess að fá að vera henni. En við finnum eitthvað annað sem kemur betur út hér. Já, það er kannski skrítið þessi allt í einu komið í barn. En ég tók þetta náttúrulega upp yfir langan tíma og við vorum flutt inn í desember í fyrra. Þannig að ég hafði bara ekki tíma til að vinna myndböndin af því að þessi kom 10 dögum fyrr. Og já, ef þeir vilja vita hvað gerði þessa hárgreiðslu þá var það hann Tómas Ingi. Þetta er flottasta stöður sem ég sé allavega. En já, þetta er bara næst síðasta myndbandið. Næsta myndband verður þá fyrir og eftir myndband. Sýnum við frá hérna, já, eins og segja, fyrir og eftir. Mjög spennt að taka það upp. Annars þá segi ég bara takk fyrir að horfa. Hlakka til að ykkur fylgist með næsta myndbandi. Ekki gleyma að likea og subscriba og helst að ýta bjölluna því ef þú ýtir á bjölluna þá farið tilkynningu næst þegar ég posta. Hei þá!